Ja, góða kvöldið og velkomin í þáttinn Sósíalísk stjórnarandstaða. Gestur þáttarins Atli Þór Fanndal, verkefnastjóri Háskólann á Bifröst. Við munum stikla á stórum glundroðan í borginni. Hvað var til þessari eina þósta sem sprengdi upp meirihlutan og hvað er framundan? Það að meirihluti borgarstjórn liðist í sundur er fágætt í borginni og hefur frekar loðað við landsbyggðina. En Atli Þór, hann mun hjálpa mér að greina stöðina og þannig Atli, bara hvað finnst þér eiginlega þessa stöðu? Nýjustu tíðindi eru mjög góð. Já. Og þau eru góð vegna þess að það eru það þýðir að við tókum eitthvað skref frá því í gær þegar að það var svona frekar augljóst í Silfrinu að fulltrúar allra flokka eru í Silfrinu og það svona verður nokkuð ljóst að þau eru ekki alveg með á hreinu hvað þau eru að spá í að gera. Þannig að þetta er þá eitthvað niðurstaða eftir það samtal og svo var það reynda mjög áhugavert að það svona undir lokin var orðið nokkuð ljóst að þetta myndi gerast. Það er líka jákvætt að það finnst vera að Samfylkingin hafi tekið á skarið þarna að því þetta virkaði svolítið eins og það væri í raun og veru vandamálið, sko, það væri bara ekki verið að taka af skarið. Þú veist, það er náttúrulega bara þannig eitthvað þarf að setjast niður og hringi fólk. Já. og aðtöku hvort þau vilja koma að hittast. En hvað gerðist í borginni? Já, það er nú kannski svona lengri saga en sem byrjar alltaf auðvitað á því að Framsóknarflokkurinn fer fram í Reykjavík og lofar breytingum og skilgreina ekki hvað þær breytingar eru, áttar sig ekki sjálfur á því hvað þær breytingar eru og er með og tekur til sín mann sem að er vinsæll, gerir ég ráð fyrir, ég meina það er og hann áttar sig augljóslega ekki á því hvað starfið er. Svo náði þessum sigri á algjörlega óskilgreindum loforðum og ég meina það er bara þannig þegar þú vinnur kosningar og daginn eftir ertu orðin svikari við kosningarloforðin, það er bara þannig sem það er. Og ég meina Flokkur fólksins hefur lent í þess, eða er að upplifa þetta núna, Framsókn í Reykjavík er að upplifa þetta. Munurinn hins vegar á Flokki fólksins og Framsókn í Reykjavík er að Flokkur fólksins allavega skilgreindi ykkur loforð og þau eru þá núna í þeirri stöðu stundum að þurfa að útskýra út af hverju loforðin þeirra gengu ekki upp í samstarfinu eða samningum við ríkisstjórnina. Framsókn er hins vegar búið að vera í þeim vanda að þau lofuðu öllu en lofuðu ekki neinu. Þannig að stefna Framsóknar, hún er bara jafn mörg og kjósendur þeirra í Reykjavík, af því að þau bara leyfðu fólki að varpa bara draumum sínum og metnaði á flokkinn og svo náttúrulega kom í ljós að það er auðvelt að vinna með þessari taktík en ekki auðvelt að stjórna með þessari taktík. Og það er svolítið sérstakt í þessu öllu að það er eins og það sé engin flokkur í Reykjavík, eins og það sé enga flokkstofnani, það er eins og, þú veist, ég meina þetta er elsti stjórnmálaflokkur landsins og er með ríkar hefðir og annað, en eru auðvitað mjög veikur í Reykjavík og hefur verið mjög lengi og það er bara eins og það sé þú veist, það sé engin strúktúr í kringum trúnaðarmenn eða hvernig ákvarðanir eru teknar og annað slíkt, en svo semst auðvitað er gengið til þess að mynda nýja meirihluta og þá kemur hið augljósa sem að hefur bara blasað við mjög lengi að Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega einangraður í íslenskum stjórnmálum, bara kjósendur annar flokka vilja ekki leiða hann til valda og þrátt fyrir að Framsóknarmenn hafi vilja í raun og veru vinna til hægri eins og þeirra vorða og Einar talaði myndum í gær, þá var bara ekkert annað í stöðunni en að mynda meirihluta með sem sagt Pírötum, Viðreisn og Samfylkingunni vegna þess einfaldlega að það vildi enginn vinna með Sjálfstæðisflokknum og það er gert og niðurstaðan er svo að Einar verði borgarstjóri eftir 2 ár og hann náttúrulega nýtur aðstóðar einhvers magnaðasta stjórnmálamanns Íslands og það er Dagur Bjarkisson sem er sko maður sem er sko, það er sérstætt áhugamál margra að hatta hann
og ég meina Dagur fyrir alveg oft í taugarnar á mér, en Dagur er magnaður stjórnmálamaður sem hefur haldið hérna sjálfstæðismönnum frá völdum lengur en nokkur annar stjórnmálamaður á Íslandi og hefur haldið saman ólíkum hópum, hann spilar alltaf í sókn og hérna er greinilega mikill svona maður sem getur haldið fólki svolítið við mörkin eða svona við markmiðið segi ég. Svo verður Einar borgarstjóri og hann virðist ekki hafa notað þessi 2 ár til að byggja upp hreyfinguna sína hérna í Reykjavík. Það er ekki þannig að fólk nenni að muna nöfnin og öðrum fulltrúum framsóknar í Reykjavík. Nei. Og það er ekki þannig að að það sé eitthvað skýrara fyrir hvað þessi flokkur stendur. Það er að segja framsóknarflokkurinn í Reykjavík. Það virðist ekki vera þannig að hann hafi leitað í flokkstofnanir framsóknar. Það virðist ekki vera nein menning eða eitthvað svona. Og þá auðvitað er alltaf fallandi fæti vegna þess að þú veist, hann er bara með ákveðið mikið af kjósendum og þessi kjósendur fengur bara ákveða sjálfur fyrir hvað hann stóð og Einar virðist ekki og framsóknarflokkurinn Reykjavík virðist ekki hafa nefnt að spá neitt sérstaklega í því hvað þeir stóðu fyrir. Og þá kemur hérna þessi skoðanakönnun eða þessar skoðanakannanir og þetta er alltaf verra og það virðist vera að borgarstjóri hafi einhvern veginn komist þær í niðurstöðu að vandamáli væri ekki hann heldur fólki sem að hann hangir með og að það væri einhvers konar taktík eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist að það væri einhvern veginn eðlilegt að bara að eiga bara í samtali við sjálfan sig af því það er alveg augljóst að hann átti ekkert í samtali við formann Framsóknarflokksins sko, formaður Framsóknarflokksins það var bara algjörlega augljóst, hann hefur bara bakkað hann upp, skilur við opinberlega eins og fólk gerir vegna þess að þú ert ekki að fara að veikja samherjaðinn í vondri stöðu og örugglega öskraða á hann í síma, ég meina, þú veist, ég veit náttúrulega ekkert um það. Það er mjög líklegt. Já, en niðurstaðan er einhvern veginn svo að borgarstjóri lítur svo á að hann sé svo valdalaus að einhvern veginn verði betra fyrir hann að slíta meirihlutanum og boðar í raun og veru bara 3 aðra flokka einhvern veginn í beinni útsendingu bara í viðræður og ég meina þú veist, það er bara staðan sem gerist og þaðan gefur bara þessi glundröði. Þetta að sjálfsögðu gekk ekki upp og það er auðvitað það er búið að ræða mikið þátt Morgunblaðsins í þessu og annað slíkt sko og ég ég held að skipti bara ekki alveg allir máli sko fyrir það að skilja hvað, þú veist, hvað afleiðingar þetta hefur, þú veist, bottom lineið er bara þetta að oddviti stjórnmálaflokks sem að ætlar að láta taka sig alvarlega, þar að segja stjórnmálaflokks sem ætlar að láta taka sig alvarlega skítmennan oddvita, hann verður ekki tekin alvarlega aftur, að hann lætur ekki oddvitan sinn fara svona með sig. Þannig að staðan er líka tilkomin vegna þess að Framsókn greinilega hefur ekki getu sem stjórnmálahreyfing hérna í Reykjavík til þess að bregðast við þessu. Ég meina það eru þær lausnir að aðrir framsóknarmenn segir bara, þú veist, þetta sjálfsögðu kemur ekki til greina og þessi meiri hluti stendur. Flokkstofnanir geta farið fram á það að þessi oddviti sé ekki lengur oddviti, það er auðvitað hans ákvörðun svo, en ég meina það myndi leysa vantraustið. En manni finnst þetta svona eins og að skjóta sig í fótinn. Þetta er einhvern veginn svona vanhugsað og kannski bara kunnáttuleysi hans að kenna eða fara á taugum, þú veist, maður áttar sig ekki alveg. Svo er hann að kenna eitthvað flugvallamálunum sem að maður er ekki alveg sko, þetta hefur ekkert með flugvöllin að gera. Þessi flugvöllur er þarna og hann verður þarna áfram einhver tíma. Ég meina, ég held að þú veist, þetta er bara, þú veist, hann bara gerir þetta var bara ótrúlega heimskulegt og segir sig algjörlega sjálft og svo kannski spilar eitthvað inn í þarna að menn virðast ekki skilja það, þú veist, að þessi meiri hluti til vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn er einangraður, nú er þetta ríkisstjórnin til vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn er einangraður og tapar stórkostlega
þú veist, það var bara að staðan var bara ekki eins sterk og hún svo auðvitað þarf bara að mynda einhvers konar nýja meirihluta og ég veit, svona tæknilega sér þarf auðvitað ekki að mynda meirihluta á stjórnarstigi. Það þarf hins vegar að skipa í embætti og það þarf að vera einhvers konar skilningur á því hvert á að stefna. Þannig að að það hefur svona orðið hefð fyrir því að vera með meirihluta. Það sem að mér kannski ánægjulegast við þetta og ég veit að þetta viðkvæmt fyrir sósíalista en það hefur farið alveg gríðarlega í taugarnar á mér með sósíalista. Hvað þeir hafa verið snöggir að hafna samtali að komast til valda. Og þá á ég ekki við að þeir hafi hafnað einhvers konar samkomulagi sem ekki uppfyllti þeirra skilyrði heldur samtali. Og ég veit alveg að það mun fylgja því að það verða dregnar upp allar mögulegar afsakanir en þetta samt sem áður að þessi flokkur hefur verið mjög fljótur eða sósíalistar að segja við ætlum ekki að vinna með þessum og ekki þessum. Og slík framganga stjórnmálaflokks gerir flokkin að bókaklúbbi, ekki stjórnmálaflokki. Þú veist, það bara að hittast á kaffihúsi og vera að ræða pólitískar strategíur og hugmyndafræði. En það að vilja hámarka árangur þeirra atkvæða sem þú færð, það virðingu kjósendur. Og það kannski það, og ég held að þetta hafi spilað alveg gríðarlega stórt inn í gengi þess flokks í á alþingiskosningum. En það sem að gerist núna að það er tveir flokkar sem að töldu sig þurfa að vera í minni hluta núna, það er VG og sósíalistar. Þessi tveir flokkar nú ná sér saman sem mjög jákvætt og ég held að það hljóti að eiga líka eitthvað leiti við Pírata í borginni og vonandi geta þá þessir þrír flokkar sem að gekk ekki nógu vel í alþingiskosningunum séð virðið í hvort öðru með því að vera saman í meirihluta vegna þess að það er talsvert virði í því að þessi flokkar vinni saman og það væri talsvert mikið fengi út úr því að hætta að ljúga sjálfum sér að kjósendur hafi hafnað róttækri vinstristefnu, þeir höfnuðu getuleysi þess að tryggja flokka til að samfara þá að þeir myndu fylgin eftir. En þannig að það er til dæmis mjög jákvætt núna og það er ótrúlega gaman að sjá það að viðræður eru hafnar. Mér persónulega þykir svolítið leiðilegt að Viðreisn sé ekki í þessu viðræðum núna. Og það er ekki að því að ég hafi verið ég held að allavega Viðreisna fólk muni ekki líta svo á að það sé að vegna þess að ég hafi verið svo mikill aðdáandi þeirra en ég hef alltaf sagt eitt Viðreisn, það er rosalega gott að vinna með þeim og það er mjög mikið fengi með því að vinna með fólki sem að er gott að vinna með og að passa sig á því að skilgreina vini sinna mjög vítt og óvini sinna mjög þröngt vegna þess að ef þú gerir það ekki þá fjölgar svo hratt í óvinahópnum. Þannig að ég held að það sem er jákvæð að gerast núna er að þetta fíaskó Framsóknarflokksins eða Einars, ég meina það er eiginlega kannski bara ósanngjarnt að vera að klína þessu á Eina er dregur náttúrulega fram að að það er gott en ekki slæmt að í pólitík sé einhvers konar reynsla og einhvers konar vinnusemi og svo þetta að flokkar sem allavega undanfarin 2 ár hafa ekki, eða ekki verið 3 ár núna, hafa ekki viljað verið meirihluta, hafa litið á það sem svo að það væri einhvern veginn betra fyrir flokkin eða þeirra staður eitthvað eru sérst búin að gefa eftir þá afstöðu og eru núna bara í viðræðum. En þú veist ég held að sé rosalega lítill tilgangur í því að greina hvað gerðist nema maður sé bara tilbúin að viðkenna skilur að þetta bara þú veist það bara segir sér sjálft í því sem við erum búin að sjá að þetta bara, þú veist það bara eitthvað kjánaskapur sem að grípur sig þarna. Og það er kannski hluta til að setja það á einmitt eins og þú sagðir, þú veist að Framsóknarflokkun fyrir þessar kosningar með einhver óútskýr loforð og þegar loforðin ekkert útskýr, þú stendur ekki á neinum grunni, þá er kannski bara eðlilegt að fjari bara undan þér þegar kemur alvörunni og maður hefur rosalega lítið heyrti mitt í Einar og Framsóknarflokkunum í þessu samstarfi.
Það er aðalega bara, þú veist, þegar maður að fagna fyrirtækja leikskólum og setja út á kennara og eitthvað svona sem er algjörlega á skjön við meiri hlutan. Þannig að, þú veist, þetta kannski kennur okkur, við þurfum líka að hafa grunn fyrir því sem við erum að lofa og erum að segja. Ekki bara lofa, við lofum einhver breytingum, en ekkert, þú veist, hverja breytingarnar eiga að vera. Já, náttúrulega bara almennt er mjög gott að sko vita hvert þú ert að hlaupa áður nú byrjar að hlaupa. Já. Það er bara, þú veist, þetta er svolítið þannig. Sko, þetta er alveg mjög þekkt taktík til þess að vinna eða sigra einar kosningar, sko. Að bara svona, bara, þú veist, búa til svona eitthvað svona breiðan faðm, þú veist, utanum eitthvað mjög lítið. Og hafa það svona ekkert alveg á hreinu hvað þú stendur fyrir. En þú veist, pólitík snýst náttúrulega ekki að vinna einu sinni eða tvisvar og svo þrisvar. Og það er miklu erfiðar að sigra í annars skipti heldur en það fyrsta. En þú veist, þetta er ótrúlega merkilegt, sko. Ég held að það sem er merkilegt kannski þannig að Framsóknar megin er það að Framsókn er, þú veist, ég veit, það er hérna í tísku að þola ekki Framsókn og og þeir hega það nú svo sem alveg stundu skilið, sko. En Framsókn er samt mjög merkilegur flokkur og ég meina Framsókn að mörguleiti til dæmis eða þessi ríkisstjórnarspringur sýndu þau af sér svona meiri ábyrgð heldur en hinir stjórnarflokkarnir tveir. Og þú veist, þeim var auðvitað refsað bara fyrir þáttöku í þessu og þetta gekk ekki vel hjá þeim og ég vissum að þeim líður ekkert rosalega vel með það sem flokk en þú veist, það var samt þannig að þegar Sigurður Ingi eftir að Svandís Svavarsdóttir og Bjarni Beni eða Sjálfstæðisflokkur og VG voru búin að deila opinberlega, þú veist, voru búin að vera að taka yfirildi í fjölmiðlum og eftir náttúrulega að þessi stjórnlausi flokkur sem að heitir Sjálfstæðisflokkurinn var bara búin að haga sig með hætti sem að þú veist engin ætti nokkuð tímann að sætta sig við og ég er mjög ánægður með það að fólk sé farið að setja þessum flokki eitthvað mörk. Maður á ekki að vinna með fólki sem hún getur ekki treyst og maður á enn síður að vinna með fólki sem tekur ánægjuð út úr því að níðast á samstarfsfélögum sínum. Ég meina, þá segir Sigurður Ingi að þú veist, það sé búið að vera eitthvað skærur hérna á milli og hótanir og annað slíkt það sé ekki að búa við þetta og þú veist, almenningur eigi þetta ekki skilið og nú eru þeir bara að fara að gera upp í sig hvort þeir ætla að vera í þessu starfi stjórnmálastarfi eða ekki. En ég held mögulega að sko Framsóknarflokkurinn í Reykjavík sé bara að einhver liti bara annar flokkur sem á bara ekki þessa löngu hefðir. Nei. Á ekki þessa innviði, er jafnvel ekki með jafn mikla þáttöku og nú er ég aðeins að geta mig til, ég bara segja þú veist, að það eru ákveðin þróunarstig í stjórnmálaflokkum og þegar þeir eru nýjir og er að byrja, þá yfirleitt leggja þeir svolítið mikla áherslu á að skera út svona einhvern markop, það er rosaleg áherslu á það að þeir séu allt annar og miklu betri og rosalega nýtt og flott eða rosalega sérstakir eða miklu meira hugmyndafræðilega reynir heldur en flokkarnir sem eru fyrir. Og þetta er til að búa til einhvers konar kjósendahóp. Og þá er yfirleitt struktúrun svona frekar einfaldur og þú veist, þetta er bara ekki það flókin rekstur. Svo ferði á næsta stig þar sem að þú ert í raun og veru ferði í svona, það er að vaksa mjög mikið hver þú ert, þú ert jafnvel í kosningum eða það er eitthvað sem krefur þau að verða svona meiri stjórnmálaflokkur og þá þarf yfirleitt svona, þá gerist það þarf kannski að þess að breikka þessa ásýnd og annars slíkt og svo ertu með þriðja stigið sem að er í raun og veru að þú ferða að svona stabilisera stjórnmálaflokkin og ég meina Framsóknarflokkurinn er frekar stabíl stjórnmálaflokkur þó hann hafi kannski átt erfið ár undan svona frá hruni en ég bara get ekki ímynda mér að þetta myndi gerast í Framsóknarflokknum sjálfum að bara einhver maður ákveði bara að slíta stjórnarstarfi eða meiri hlutastarfi, þetta er náttúrulega ekki stjórnarstarfi en þú veist, tækifærin eru rosaleg að fólk hissa að því að Framsóknarflokkurinn er hefbundin flokkur, rótgróin að það sé svona reynsluleysi þannig í einhvern veginn og ég veit ekki, líka, þú kannski hjálpa mig líka með þessa sögu en sko Framsóknarflokkurinn hefur ekki alltaf verið veikur í Reykjavík er það ekki rauninni þegar þeir fara inn í eina erlista sem að þeir byrja að veikjast og eiginlega deyja þar einhvers staðar eða? Nú,
Já, þetta er góð spurning. Nú ég ekki alveg nógu vel að mig bara í þessu. Þetta ég er aðeins yngri kannski en ég líti út fyrir að vera. Því erlistin er svona mín, ég er svo óbúslega ungur þegar erlistin er, en þeir hafa allavega ekki verið alltaf svona veikir eins og þeir hafa verið, þar að segja fyrir þetta kjörtímabil, en en þú getur alveg verið, þú getur alveg náð svolítið atkvæðum en verið samt veikur stjórnmálaflokkur, að því að, og ég meina, hvað er búið að gera mikið grína Bjartir framtíð fyrir að slíta ríkisstjórn á netfundi eins og það sé eitthvað rosalega alvarlegt að fundur sig á netinu. Ég meina, það var þá allavega eitthvað fólk á þeim fundi. Það er ekki bara ein manneskja sem að, ræðir þetta við sjálfan sig. En það er, það sem hefur kannski angra mig svolítið í þessari umræðu er að, hvernig er, og það getur verið bara reynsluleysi líka hjá Einari, að halda einhvern veginn að það væri einhvern veginn hægt að taka einhvern viðsnúning og bara keyra alla vélar í gang og eitthvað svona, ég átta mig nú ekki alveg að því hvað hann ætlaði að gera á þessum stuttan tíma. En sveitarstjórnarstigið er samt þannig að það er ekki hægt að kjósa bara aftur og í raun og veru kannski allir búin að gleyma því en það er líka ekki þannig að þau eru alltaf að kjósa aftur þegar ríkisstjórnir falla. Það er yfirleitt vegna þess að menn er að reyna að bjarga formannstólunum sínum með að telja sig geta einhvern veginn fengið betra út sem þeir gera það en þessi hugmynd að þér verði refsa svo svakalega fyrir að taka ábyrgð og leiða kjörtímabil til enda. Ég held að hún, nú ég að tala pínútur raskatina á mig, en það upplifu svolítið að það hafi verið eitt af því sem hefur verið heldur mikið, hafi fengið heldur mikið pláss í því, að koma einhverjum viðræðum í gang, en gefið það að þetta er nú svo sem bara ein helgi. Og ég vil bara segja að þeir flokkar sem fara í þennan meirihluta eiga vissulega miklu betra að færi á því að ná góðum árangri í næstu kosningum heldur en með því að vera í minnihluta í einhverju glundróða eða einhverju rugli bara. Þannig að ég veit ekki, ég er kannski ekki alveg með formaðu hugsun þetta, en þetta svona ángraði mig pínu því ég voru að horfa á Silfrið í gær þar sem allir oddvita voru og svona umræðan á samfélagsmiðlum, þessi hugmynd það að það sé einhvern veginn betra fyrir stjórnmálaflokk að vera ekki tilbúin að taka völd. Ég meina, eins og ég segi, þá er þetta bara pólitísku bókaklúbbur. Ég meina, ekki þá vera að láta fólk sóa atkvæðan sinum í þig. Af því að þú átt að vilja koma sem mestu í gegn. Já. Og þú getur auðvitað gert það í gegnum áhrif. Já. En það er líka hægt að vera beinleinis með vald og bera þá ábyrgð sem slíkur aðili. Þannig að það er svona eitthvað, það situr eitthvað svolítið í mér þessi dagana, þessi hugmynd það að það sé bara svona legit að vera með stjórnmálaflokk, vera búin að fá fólk til að kjósa þig, lofa ykkur rosalega og segja svo bara, já við erum kannski bara svona hreyfing sem að eigum ekki að taka það sem við erum búin að vera að sækjast eftir. Ég skil alveg hvað þetta er svolítið skrítið en samt það er sérstaklega kannski nýjum flokkar, þeim er oft rosalega mikið refsað fyrir einmitt að ganga beint inn í einhverstaðar stjórnir og eitthvað og kannski liggur óttinn þar, ég veit það ekki. Og líka kannski hluta því aðeins að þreifa sig áfram, hvernig virkar þetta og allt eitthvað, ég veit ekki, ég bara geta Já, ég meina, ég skil, það geta verið alls konar ástæður fyrir því og ég skil alveg til dæmis þetta með nýja flokka að að þeir geti verið einmitt trættari við þetta. Ég myndi segja að nýja flokkar ættu kannski að varast það að fara fram á of mikið þrátt fyrir stóran sigur. Ég meina að það til dæmis gæti bara vel verið að Framsóknarflokkurinn myndi standa betur ef hann hefði ekki gert kröfu borgarstjórastólinn þrátt fyrir að hafa raunur engan mennina reynslu þarna. En það er bara, það er bara hvað og ef og kannski skilur ekki allir máli en það sem að ég held að, að fólk ásamt að hafa svona undir niðri er bara, að það þarf að grípa tækifæri
og sko í pólitík þá það bara þannig að varamannabekkurinn valkvæður sko. Þú bara ákveður sjálfur hvort þú ætlar að sitja á honum ekki vegna þess að þú átt bara að spila úr þeirri stöðu sem þú ert með og þú átt alltaf bara að maximæsa það sem kjósendur fá fyrir að hafa treystir. En þú veist, núna sé ég til dæmis og þetta mjög ánægilegt, ég sé hvernig Flokkur fólksins hefur náð að fóta sig bara rosalega hratt, þarna ertu með nýjan fulltrúa. Það eitthvað miskilningur í gangi að Inga hafi bara ákveðið að þetta myndi ekki ganga. Raunin náttúrulega samt sem að það hún Kolbrún fyrrverandi borgarfulltrúi og núna þingmaður flokksins sem að byrjar á því að segja að henni lítist ekkit rosalega vel á þetta. Svo auðvitað gefur Inga þetta út og svo það einhver flokksfundur þarna. Ég veit ekki hvort það var áður en Inga gaf þetta út eða eftir. En það allavega Helga sem að þarna oddviti hefur alveg sagt frá því að hún hafi alveg verið til í að skoða þetta en þetta hefur bara verið mjög augljóst að vilji flokksins og stjórnarflokksins hafi ekki verið í þessa átt og það bara það hefði til dæmis verið geggja fyrir hann Einar ef hann hefði leitað eftir svona frá sínum flokki, þá mögulega væri hann bara borgarstjóri ennþá til framtíðar sko, eða sérst út þetta kjörtímabili. Þannig mér hefur fundið svolítið svona sko það náttúrulega það í tísku, ég hef nú unnið fyrir svolítið að stjórnarflokkum og líka úti og það mjög í tísku að hatast við stjórnmálaflokka og það bara að því að pólitík bara ótrúlega erfiður herra, bara ótrúlega vondur herra og þetta bara miklu flokknar heldur en margir gera sig grein fyrir, miklu flokknar en þú veist, ég sem þykist vita allt þetta að gera mig grein fyrir, það eru marga breytur, það þú veist, tímasetning og stundum bara einhverju innbyggð ósangirni og stundum bara ekki sömu upplýsingar að berast á milli og annað slíkt. En sko sterkur flokkur forsenda þess að kjósendur þínir og félagsmenn geti tekið þátt í ákvörðunartöku. Og þetta það hefði til dæmis bjargað framsátt núna. En tækifæri núna að nú enn einu sinni búið að minna á það að það fjöldinn allir af flokkum búin að átta sig á því að kjósendur þeirra hafa ekki áhuga á því að atkvæða þeirra séu millifært til Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkurinn lítur bara ekki vel út í þessu öllu saman þrátt fyrir að vera það nú einhverjum svona kenningar að hann sé stærri leikandi í þessu en við vitum en það sem við vitum að hann svona aukaleikari í þessari pólitík nákvæmlega núna, alltaf opinberlega og svo ertu með þessa nýju flokka þú ert með flokk fólksins sem ekki hefur verið í meirihluta þú ert með VG sem hefur auðvitað verið í meirihluta en ákvað að vera ekki í meirihluta og svo ertu með sósíalista sem geta komast í meirihluta og byggt á því þannig að það eru jákvæðu tíðindin í þessu ég held sko að það ættu allir að stökkva á þetta og ég ekki að meina að stökkva á þetta sko einhvern veginn að samþykja bara hvað sem en það auðvitað þannig að það ábyrgð þeirra sem eru kjörnir að tryggja að það sé allavega sko fungerandi borgarstjórn og það auðvitað pressa núna í því að því að menn verða að koma sér niður á eitthvað en menn eiga líka að sjá tækifærin í því fyrir sinn flokk að fara vegna þess að það sem mun gerast til dæmis ef sósíalista að fara þennan stað að flokkurinn sjálfur mun þurfa að þroskast hratt hann þarf að fara að laða til sín jafnvel sterkara fólk eða sem sagt ekki sterkara fólk, meira fólki og aðra tegunda fólki vegna þess að þú þarft ákveðna þekkingu við það að vera í stjórn það bara svolítið öðruvísi og þetta mun styrkja flokkin fyrir næstu kosningar og þetta mun styrkja sósíalista alveg svo flokk fólksins og að geta náða árangri í næstu alþingiskosningum sem og sveitarstjórnarkosningum. En þetta svona ég mjög spennt að vita hvernig þetta verður og líka svona eins og í þættinum gær Silfur Egils þá voru allir sammála húsnæðismálin væri stærsta áskorun
Þannig að maður velti fyrir sér að nú 14 mánuðir í næstu kosningar, hvort að þeir munu ná að koma ykkur fram. Ég veit að þeir ekki fara að byggja fullt á 14 mánuðum, en að þeir komist að ykkur niðurstöðu sem að allir geta lifa við og verði meira borgumbúum til heilla í húsnæðismálum sem að svo hægt að byggja á í framhaldi. Ég bara svona velti fyrir mér, hversu raunhaft og meiri hluti núna, valla eru þeir að fara að setja upp ykkur langa málaskrá sem þeir ætla að fara eftir. Ég meni, þetta ekki bara eitthvað 2-3 mál sem að þeir ætla eða, hvernig sér þú þetta fyrir þess? Já, ég meni, mér fannst á þeim og mér hefur fundist fólk tala eins og þetta geti orðið ykkur 7-15 bara áherslu máls, eitthvað sem að, það þarf að semja ykkur skona stefnubreitingu, það þarf kannski ekki að semja áframhald á því sem að gengur bara ágætlega upp. Og ég meina, og þessi flugvöllur, þetta bara ekkert eitthvað sem þarf að tala en það getur vel verið að verða eitthvað það, ég veit ekki, ég meina þessi flugvöllur ekki að fara, það ekki, það skiptir ekki máli hvort það samþykkt að, einhver ályktun það, hann verði 10 ára eða 20 ára, hann fer ekkert fyrir það búið að finna einhver aðra lausn. Hins vegar auðvitað stóra breytan í þessu náttúrulega það önnur ríkisstjórn. Húsnæðisskorturinn á Íslandi vegna þess, og þetta bara alveg fáránlega einfalt, og ég ekki að segja þetta sé lausnin á öllu, þetta ástæðan fyrir því, þetta ekkert rosalega flókið. Hér var farið í það að byggja upp og ýta undir af eðlum ástæðum á þeim tíma iðnað sem heitir ferðaþjónusta. Og ferðaþjónusta skilaði gríðarlegum og hún skila gríðarlegum tekjum vegsrætt, en það erfitt að skala hana. Það bara þannig að ef þú þarft bara, einn starfsmann fyrir hverja 100 ferðamenn, þá þarftu bara 2 fyrir hverja 200. Það bara skölunni svo lítil. Þannig að þá kemur auðvitað meiri þörf þá kemur þörf á starfsfólki sem að það búið að tæma alla sveitir það ekki þannig að við getum bara einhvern veginn farið og tekið allt vinnan, fengið fólk bara og tæmt Austurland, og þá séum við bara komið með nógu mikið af fólki. Það bara ekki staðan á Íslandi, við erum ekki það stórt samfélag. Svo eru byggðir innviðir ferðaþjónustu. Ég meina, ferðaþjónustu með innviði fyrir kannski 2 milljónir, 3 milljónir gesta á árið. Ég meina, það bara innviðinni sem til. Og þá gerist það á einhverjum, á einhverjum 10 árum að það úthlutað úr 70 íbúðum. Þegar það bara til 26 íbúðir, eða það bara byggðar 26 eða 28 nýjar íbúðir. Og það ekkert rosalega flókið. Þú getur bara í mjög skamman tíma úthlutað gæðum sem ekki til. Af því þegar úthlutað gæðum sem ekki til, það bara hækkar verð, býr til skort, og svo fara bara að gera slutir eins og, allt í einu bara fólk fara að búa með meðleigjendur og það alls konar leið, það fara að búa í húsnæði sem áður hefði ekki talist ásættanlegt og svo auðvitað, það þannig að við erum bara með ákveðna framleiðslugetu og ég meina hótel mun alltaf geta yfirboðið almennt húsnæði vegna þess að hótel einfallega skila miklu meira virði út úr hverjum fermetra. Það eru ekkert endilega, það bara ekkert sömu takmörk á því. Og svo hefur verið umræða endalausan lóðaskort. Þetta sé bara lóðaskortur og ég meina það alveg hrikalega mikið stuð fyrir fjármálaráðherra og samgöngu og sveitamálaráðherra og þessar ríkisstjórnarflokkar sem fóru að segja bara þetta sé Reykjavíkurborg sem að valda þessu. Þannig að það sem þau náttúrulega geta gert að þau geta að sjálfsögðu á meður að mynda hennar meirihluta sest niður með ríkisstjórninni og ég meina samtökum sveitafélaga og verkalýðshreyfingunni og séð hvað þetta að gera. Já. Ég meina, það ekki þannig, alveg sama hvað verður tuða mikið það ekki þannig að húsnæðisskorturinn á Íslandi og þessi gríðarlega húsnæðiskrísa sem á sig bara að fáa líka í Evrópu, þó að það sé alltaf sagt, það nú húsnæðiskrísa alls staðar, þá á þetta sé bara að fáa líka. Það ekki þannig að þetta sé bara einhver náttúruleg stað. Nei. Það við höfum ekki farið í ákveðnar aðgerðir sem að farið annar staðar. Ég meina, eins maður sá það í Silunni gera, það látið eins og sé einhver hrikalega róttæk tillaga að sveitafélögin byggi og eigi leiguhúsnæði. Ég meina 60 eða 70% á íbúðarhúsnæði í Vín
er félagslegt húsnæði. Og ég meina, þú veist, á þá Austurríki að vera einhvers konar róttækt kommunistaríki ef að við getum ekki gert þetta. Það getur að vera. Þannig að þú veist, þau geta auðvitað gert þetta og ég ætla að segja sko að þó að sé náttúrulega ótrúlega vinsælt að svona hata alla jafn mikið og sami rassinundum öllum að þú veist, ég meina Heiða hjá Samfylkingunni, hún er það er mjög gott að vinna verkefni með hana með sér í liði. Dóra og Píratar þau eru raunverulega og þeim eru raunverulega mjög umhugað húsnæðismál og ég bara veit að hafandi verið þarna á 2 tímabilim að vinna fyrir þau eru opin fyrir alls konar lausnum og það er ekki vandamál fyrir þeim að eitthvað sé félagslega rekið þvert á móti. Flokkur fólksins er með húsnæðismálin sem sitt aðalstefnumál og er núna með þá málaflokka hjá ríkinu. Þannig að þú veist, hvað er þetta að gera á 14 mánuðum? Ég meina það er þetta að gera ýmislegt en þá verða náttúrulega, þú veist, fólk verður náttúrulega að láta eins og þau séu leikstjórar í þessari kvikmynd en ekki einhverjir aukaleikara, sko. Ég meina þá þýðir það bara að það er farið að semja. Það þýðir bara að það er hægt að hlusta á eitthvað sko jarm að ekkert sé þetta að gera og fyrir utan það að það er samdráttur í ferðaþjónustunni. Þú veist, það er kæling þar og það bara og það er búið að boða aðgerðir gegn skammtímalegu. Það er búið að boða aðgerðir til þess að heimila hraða breytingu á skrifstofuhúsnæði og atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði eftir ákveðnum kröfum. Það, ég meina, verkalýðshreyfingin hefur lagt til, eða sérst VR kannski sérstaklega hefur lagt til tillögur af mjög hraðri uppbyggingu sem að jafnvel væri bara tímabundin, þannig að þetta koma fólk í skjól og svo sé þetta byggja utanum þetta. Það er líka þannig að það er til upplýsingar það að hér séu þúsundir íbúða ekki með neina lögheimiliskrá sem að birtist á þingi fyrir 2 árum. Vantar nánari greining á því, þá er nú til dæmis að fara bara og gera þá greiningu. Sko, það sem ég er að segja er að þetta stuttur tími en það er bara rosalegu munur á því að ganga til verksins trúandi því að því valdi að vera í meirihluta í Reykjavík fylgi einhvers konar geta eða það að telja það ekki og það er bara þannig að síðasta ríkisstjórn og þau geta grenjað yfir því og kvartað og tuðað yfir því hvað þessi ósakætt að segja. Síðasta ríkisstjórn stóð sig hörmulega í húsnæðisuppbyggingu, hafði ótrúlega lítinn áhuga á þessu, bauði ekki upp á neina lausnir aðra en að dæla peningum inn á kaupendahliðina sem keyrði upp kostnaðinn, lagði niður rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins. Ég meina, þú veist, það er pólitísk ákvörðun að sinna ekki þessum flokki og núna er bara dýnamíkin önnur. Ég meina, við sjáum það bara að þessi flokkar, Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn eru búin að vera valdalausi núna 1,5 mánuð og það er allt í klessu hjá þeim. Þú veist, þannig að þá bara, þú veist, nú eru bara 9 tímar og þá bara verður fólk að láta eins og það hafi getur til að leysa málin. En auðvitað verður það líka að vera heiðalegt með það. Það er ekki þannig að þú leysir sko krísu sem að sko á sér, þú veist, sem er hluti af sem á sér bara mjög fjölþættar ástæður. Þú veist, það eru stór vandamál í fjármögnun uppbyggingar. Það eru stór vandamál. Það er líka þannig að okkur hefur fjölgað gríðarlega og ekki bara fjölgað sko vegna fólk sem er að flytja hingað. Okkur hefur líka fjölgað vegna þess að bara demografían, það komi bara risastóra kynslóður inn á vinnumarkað fyrir 20 árum og heldur svo bara áfram að stækka og bara það var einhvern veginn ákveðið bara gera ekki neitt í því þó að það verið vara við þessu í sko áætlunum, þú veist, 1996 að, þú veist, svona í kringum 2006-10 yrði húsnæðiskrísa. Þannig þú veist, auðvitað geta þau ekki lofað öllu en þau geta alveg rokið í ákveðin verkefni og svo er spurning þessar oddvitar, þessar flokkar sem eru að tala núna saman, ég meina
ef að þær til dæmis eru þeirra skoðanir að það sé mjög róttæk lausn á húsnæðisvandanum að fólk verði bara fátækara og slíti sig bara út og búi við lélegar aðstæður. Þá er þetta að gera ýmislegt til þess að bæta það. Já, ég hef trú á þeim sko. Hei, bara svona, svo kemur hitt sko, eftir þessa 14 mánuði, þá verður verkefnið að halda áfram sko, eins og það er svo oft hérna, það byrjaði okkur og svo tekur ný stjórn við og þá er öllu stokkað upp sko, þannig að við þurfum að tryggja þeim áframhaldandi fylgi sko. Já, ég meina þá verða bara þessi flokkar einmitt að bara bjóða þann skýra valkost að það annarkvort, en þá þannig alltaf sína svolítið hröð viðbröð. Já, en ég þreytist aldrei á að tala þetta, að það er nefnilega í lögum með félagsþjónustu sveitafélaga, þá ber þeim að tryggja framboð að leiguhúsnaði, félagslegu kaupleguhúsnaði og eða félagslegum eigna íbúðum. Og þetta eru sveitafélög yfir höfuð, bara ekkert að fara eftir. Sum sveitafélögum er þess að bara búin að selja allt sitt félagslega húsnaði, þannig að, og ég þreytist ekki að tala þetta, þú veist, hvenar, þú veist, og ég er alltaf að vonast til þess að fólk kveikja perunni, þetta er eitthvað skylda. Já, má ég verja sveitafélögin aðeins hérna? Já. Tekjuskipting á milli ríkis og sveitafélaga er mjög ósanngjörn og ríkið hefur hirt meira og gefið ennþá minna og það er hluti af þeirri pólitík sem að er meðvituð húsnæðiskrisa vegna þess að auðvitað bara segir sér sjálft, ég meina það segir sér sjálft að ef til dæmis sveitafélög fengja einhverja tekjur að viti úr ferðaþjónustu aðrar en tekjur vegna hækkunar fasteignaverðs og sölu lóða. Þetta er náttúrulega líka, þetta er nú kannski ekki alveg svona einfalt, en skiptingin er rosalega ósanngjörn. Ég veit. Að þá væri auðvitað kannski fé til fjárfestinga meira. Reykjavíkurborg er náttúrulega í ágætis, er aðeins í öðrum málum bara vegna stærðarinnar, en ég meina það eru sveitafélög hérna sem bara geta ekkert bara hafa ekki fjármagn til að gera þetta. Ég er náttúrulega búið í litlu plássi hérna á Suðausturlandi og á Kirkjubæjarklaustri og þar að leiðandi, þar sér maður þessa misskiptingu mun skýrara heldurinn í Reykjavík þar sem þetta einhvern veginn grefst undan en þú ert í svona litlum sveitafélögum sem eru bara að berjast eða halda upp í skólastarfi og leikskólastarfi og það sem þeim ber skylda til að gera, að þá sér maður þetta svo rosalega skýrt hvað þetta er sko svona bilað ástand og þú veist og þá er maður alltaf, ég er mjög lausnamið og þannig ég er alltaf að hugsa bara hvernig er hægt að leysa, ég meina þú veist, er lausnin að sveitafélög skili bara summa þessum verkefnum aftur tilbaka eða á meðan ríkið er bara svona þvert og er ekki að borga fyrir þessa lögbundnu þjónustu eins og þeim ber að gera, þú veist, bara, en þú veist, þetta er eitthvað sem ég myndi gjarnan einhvern tíma vilja geta farið í viðræði við einhvern þú veist, hver er lausnin á þessum vanda vegna þess að þetta bara gengur ekki lengur. Þessi litlu sveitafélög eins og Klaustur og fleiri þarna, þú veist, bara er að líða skort út af svona bulli, sko. Og þannig er náttúrulega komin svona ástæða fyrir því að það er þrýstingur á að saminast, það bara, þú veist, þetta eru einingar sem er erfiðar að reka. En ég meina, það núverandi ríkisstjórn gæti nú til dæmis skoða þetta, þau auðvitað samt hafa gefið út að ákveðnir skattar verði ekki hækkaðir, þar sé að virðisaukaskattur verði ekki hækkaður, fjármagnstekjuskattur verði ekki hækkaður og tekjuskattur, en það er nú svo sem ekki einu gjöldin. Lífeyrissjóðarnir, ef þeir getu séð hag sinn í því að lána í þessa uppbyggingu eða fjármagna í húsnæðisuppbyggingu sem væri þá kannski á aðeins öðrum grunni, það er möguleiki en ég meina það er líka kannski hluta af þessu því miður, þú veist að ég meina það er mest að skýta jobb í heimi að vera sveitarstjórnarfulltrúi á Íslandi. Þú ert með sko alla nærþjónustuna, þú ert með gríðarlega ábyrgð og svo ertu nurlandi saman krónum, þannig að ég held að það myndi hjálpa mjög mikið ef að sko fólk væri kannski til í að
ekki bara meirihlutanum í Reykjavík heldur bara sveitarstjórnar fulltrúum sínum örlítinn grið og sína því svolítið skilninga þau eru að eiga við aðila sem ríkið og ríkissjóður sem að náttúrulega einhlega getur bara ákveðið hluti. Það er bara löggjafinn. En það er hið augljósa. Ég meina það er hið augljósa er að þú leysir ekki húsnæðisvandan hérna með því að nema með því að skoða þennan hlut vegna þess að ég meina það er alltaf verið að gagnrýna sveitarfélög fyrir að vera til dæmis að selja lóðir á markaði og það sé bara verið að græða á þessu. Ég meina hvað eiga þessi sveitarfélög að gera annað? Það verður að vera viðleitni, sko. Það verður að vera eitthvað, þau verður að geta það. Já. En já og svo bara þú veist það sem að kannski þú veist og ég vona það hljóm ekki þannig eins og ég sé að segja að þetta sé allt eitthvað rosa einfalt að þetta er það ekki en það hefur náttúrulega verið svona svolítið til trafala að menn hafa haft sko hrikalega gaman af því að finna eina lausn sko að þetta sé bara lóðaskorturinn eða þetta sé bara sko fúskarar eða þetta sé bara þú veist einhverjir gróðapunkar þú veist eða þetta séu bara útlendingarnir þetta bara er ekki neitt þú veist þetta er allt og ekki neitt og og þetta er auðvitað ekki sko útlendingum að kenna vegna þess að við værum ekki í betri stöðu án vinnuafsins og svo náttúrulega eru flokkar sem hafa reynt að spila á það að öll kerfin okkar séu og þar á meðal húsnæðiskerfi séu að hrynja vegna sko hælisleitenda sem að sko þetta áttur að hljóma rosalega kalt sem ég er að fara að segja núna og ég er ekki að segja að þetta sé svo hegðun sem eigi að sýna hælisleitendur bara þannig að sé algjörlega á hreinu en sko hælisleitendur er sérst fólk sem að við höfum skuldbundið okkur til þess að aðstoða með ákveðnum hætti. Þessi hópi býr við ofboðslega takmarkaðan sjálfsákvörðunarrétt, alveg ofboðslega og það er bara, þú veist, það er bara þú veist, láta fólk sofa í kojum og þú veist, og eins og hefur verið gert. Og ég er ekki að segja að það sé einhver lausn á húsnæðisvandanum, bara þannig að það sé algjörlega á hreinu. En sko það segir okkur samt svo mikið þessa ótrúlegu vanhæfni í það að sko, geta horfst í augu við vandan. Að láta eins og stærsta áskorunin sé að hýsa fólk sem að, þú veist, er bara ekkit það stór hópur þrátt fyrir tala það sem að sko hefur ekkit það að segja hvað þið búa getur ekki gert neinar kröfur þú veist, ég meina ef það er ekki þetta ef sko yfir ef þið opinbera getur ekki leyst þetta þá sjálfsög getur hann ekki leyst þetta fyrir hópa fólki sem að hefur val sko, eða vill einhverja kröfur og en það er bara það sem að munur að gerast núna. Ég geri bara ráð fyrir að koma ykkur svona 10 punkta listi, þetta eru áherslumálin okkar og við ætlum að gera þetta, það er að klára þetta og ég meina svo hljóta bara þessi flokkar að vera nógu skarpir til þess að átta sig á því að hluti af þessu þarf að vera það að næsta kosning verður barátta áframhald af þessu, þú veist. Já. Sammála því. Það er bara svolítið sárt og erfitt að horfa upp á þessu umræðu með húsnæði og það að vera etja og þá oft sko öryrkjum að þeir hafa lítið milli handana og vantar kannski húsnæði og eru á listauðu félagsbústöðum og allt þetta og svo kemur eitthvað með svona sprengi að útlendingarnir eru á forgangi undan þér með húsnæði þannig að það er ástæðan fyrir því að þú ert ekki að fá húsnæði og það er erfitt að horfa upp á þetta snúast upp í þannig að það er svo auðvelt með svona hvað maður segja, málflutningi bara að fá fólk upp á móti hvort öðrum og allt í einu, ég byrð fólk sem er að því þú ert að berjast nauðsynið og þetta er mjög ljótur leikur en sko svo er þetta svo bilið umræða að þú veist eiginlega ekki sko, hvað þú átt að segja til þess að svara svona rugli og þess vegna svona segi ég bara lausnin er bara, þú veist, byggiði þú veist, hættið spulli. En kannski lausnin er líka, það náttúrulega er stunduð og ég meina við finnum það alveg, þú veist, ný ríkisstjórn er nú ekki gallalaus, það verður nú alveg að segjast, sko, að en við finnum það alveg að það sem er að gerast hægt og rólega núna og við sjáum það bara í stefnuræði forsætisráðherra, við sjáum það bara er að, þú veist, það er verið að yfirgefa stjórnmál vonleysis sem eru stjórnmál Sjálfstæðisflokksins. Já. Og stjórnmál vonleysis
eru bara, það er hræðilegt að lifa við það ástand. Já. Sko ég flutti frá Bretlandi, ég hef tvisvar búið í Bretlandi og flutti seinna skeyti frá Bretlandi eftir Brexit. Það var ekki að því að ég hefði ágjörð að því að mér er kastað út, það var ekki að því að þú veist, ég var eitthvað svo reiður þessu, það var vegna þess að ég nefndi ekki að taka þátt í því að búa í landi þar sem að verkefni næstu ára yrði bara, hlutirnir yrðu alltaf svolítið mikið verri. Já. Og fer þá til Tékkland þar sem er, þú veist, bjóð þar í borg sem að heitir Brno og það er mikið að vera þar og hún er að stækka hratt og það er alls konar áskoranir og ekki allt fullkomið, en þar er þessi sko, það er þessi von, það er, þú veist, það er verið að boða það að það er að byggja nýjan iðnaðargarð og það er verið að boða það að það er að styrkja almenningssamgöngur og það er verið að boða það að það sé verið að byggja nýtt hverfi og þú veist, og menningi verið styrt og svona, þú veist, og það eru þetta það sem þessi meirihluti getur gert með nýju ríkisstjórninni líka, þú veist, ég meina ekki að því að þau verið fullkomin í því, en sko þessi pólitík vonleysis, hún getur af sér aukna óhamingju og hún getur af sér átök. Ég meina, núna er það, eða þú veist, það voru hæluslendur þú veist, í síðustu kosningum að því að það var náttúrulega verið að grugga í því og bara þannig að það sé algjörlega sagt og ég held ég að segja það alltaf þegar þetta kemur hérna upp. Þeir sem tendra þennan eld og ætla að leika sér að því að komast til valda með þessu eru aldrei þeir sem geta slögt hann. Það er bara aldrei þannig. En áður var það, þú veist, ég meina, ég man þann tíma þar sem að sko ungt fólk með háskólagráðu sem að drakk froðukaffi í 101 var ástæða alls ills á Íslandi. Það er bara, þú veist, þetta bara, þú veist, það sem okkur vantar er að saminast eitthvað grand verkefni og það var ótrúlega flott viðtal, ég man ekki hvað þessi þáttur heitir, þetta er mjög flottur þáttur hjá RÚV, það sem er sko fólk í sal, þetta heitir ekki þorpið, þetta heitir eitthvað svona og það er verið að spyrja svona, það vali vel inn og það er salur að vera að tala svona stórmál og þar er ungur þetta er maður sem segir bara, þú veist, og er að kalla mitt eftir þessu, að pólitíkin snúist aftur eitthvað stór verkefni, við saminust eitthvað stór verkefni og ekki bara eitthvað svona neyðarverkefni, heldur eitthvað flotta framtíðasýn, þú veist, förum aftur til tunglsins og eða þú veist, saminust það að byggja fleiri leikskóla eða mennta 1000 nýja leikskólakennara, þú veist, einsetning grunnskólana. Ég meina síðasta stóra verkefnið sem að saminast sem er svona stórt pólitískt samfélagsverkefni fyrir almenning er R-listin og með Ingibjörgu Sólrúnu og þetta kvennalistin áður og margir búin að berjast fyrir, ég ætla ekki að taka það af neinum, að byggja upp það leikskólakerfi sem við lítum á sem sko bara náttúrulegt í dag. Og þetta var stórkostlegt átak, þetta var erfitt og þetta var rakkað niður og svo náttúrulega tókst þetta og nú er þetta kerfi hefur sko, það er þetta kerfi en ekki sko viðskipta væðing eða eitthvað skonar hlutabréfa væðing á öllum sköpuðum hlut sem að hefur búið til öll þau verðmæti sem að voru til síðar á. Þetta kerfi leyfði sko stórum hópi auðvitað fyrst og fremst kvenna að taka þátt í ekki verðmætasköpun, ég ætla ekki að láta eins og það hafa verið heima, það hafa ekki verið verðmætasköpun, að taka þátt í raun og veru vinnumarkaði og aukinni auðsköpun. Þetta er grand verkefni og það er mjög grand verkefni að saminast það að leysa stærstu fátæktakrísuna, stærstu ástæðu fyrir því að við erum að missa fólk sem að á bara möguleika að vinna annars staðar, ég vil að fara þú veist í lönd sem að svona tæknilega séð eru með lægri laun eða eitthvað bara til að fá meiri lífsgæði. Þetta er líka stór ástæða fyrir því að það dettur engum í hug að minni kynslóð að eignast börn, þú veist, það bara dettur engum í hug. Þannig að þú veist, ok, þetta eru bara einhverju 14 mánuðir en ég meina það er að hefja verkefnið. Bara, þú veist, 2044 þá ætlum við að vera norrænt velferðarríki. Það er bara að hefja það við eldhúsborðið hjá Heiðu í dag. Já. Mér er stannabla sko að tala vonleysið sem að fylgir sjálfstæðisflokknum og þeirra stefnu, þetta hittir svo mikið á naglan að því að hvað er við án vonar? Það verður bara örvænting ef það er engin von. Þannig að þú veist, meirihlutin getur gefið okkur von til framtíðar. Þannig að
Já, ég meina og þá sigrar sko. Ég meina ef þau ná að búa til von og fylginu auðvitað eftir, ekki, þú veist, ég meina þú getur ekki bara búið til ykkur skýjaborgur og ykkur vonbrigði. En ég meina já, það bara nákvæmlega þannig og ég meina ég veit að sjálfstæðismenn ekkert sammála því að þeir séu að stunda ykkur pólitík vonleysins að það bara ekki aðlaðandi verkefni fyrir 99% af okkur að vera eitthvað að hanga í því að gera Ísland að ykkur hugmyndafræðilega hreinu markaðshagkerfi. Ég meina ég til dæmis bara ekki tilbúin að fórna íslenskum bókmenntum eða listum fyrir það að tæknilega sé verði flateri sko ykkur, þú veist, frjálst viðskiptasvæði. Ég meina það bara ekki þannig þetta sem þetta virkar. Þannig að þú veist, ég veit að þeir mun ekkert, þeir náttúrulega eru á sínum stað að tala grunngildin og finna ræturnar og frelsið og þú veist, algjörlega innihaldslaust bull á meðan þeir ætti að vera að tala um það, hvernig ætlum við að vera góður samstarfsaðili, því að annars getum við ekki náð neinu í gegn. En það ekki umræðan hér. En þetta skiptir máli að þetta stefna að ykkur. Og þau núna, og ég meina þessi meirihluti, ég meina hvað fólk mun þessi meirihluti representa? Eða þú veist, hvað kjósendur eru á bakveðan? Þú ert með náttúrulega samfylkinguna sem stór flokkur, en svona sögulega séð hefur þetta verið, hafa kjósendinu verið konur í kringum fertugt og yfir í Reykjavík og svo þetta að því hann hefur verið svolítið stór í borginni þá líka ungar konur. Svo ertu með VG sem vinstri sinnað fólk oft svona í millitekju hópi á hans ég viti nákvæmlega prófíl núna. Þú ert með Flokk fólksins sem hefur verið fólk sem að annars vegar oft öryrkjar eða hafa lifa við fátækt og hins vegar kannski fólk sem að kannski ekki fátækt, kannski eldra fólk en hefur unnið svolítið, hefur byggt upp sitt líf með gríðarlega miklu stríti en kannski ekki með mikilli sérhæfingu. Svo þetta með Pírata sem að flokkur fátækustu kynslóðar Íslands og hefur verið það. Já. Þannig þú veist og svo þetta með sósíalista sem ég verð nú viðurkenna, ég þekki bara ekki alveg prófílinn á kjósendum sósíalista. En það sem ég að reyna að segja að þessi meirihluti líka getur verið, þú veist, þessi meirihluti ekki samkomulag á milli efstu tíundarinnar í tekjum í Reykjavík. Þetta ekki samkomulag á milli ykkur fjármálaeigenda. Þetta samkomulag milli flokka sem að eru langt yfir skalan. Og ég meina kjósendur Flokks fólksins þeir dreifa sig mjög víða milli félagshyggju og markaðshyggju en dreifa sig mjög skýrt á íhaldssama ásinn og svo ertu með Pírata sem dreifa sér mjög skýrt á frjálslyndi en eru vinstri sinnaðari en þeir vilja viðurkenna og hægri sinnaðari heldur en hægri flokkandi vilja viðurkenna. Og svo þetta með samfylkinguna sem dreifir sig svolítið, alveg svona frá bara mjög langt til vinstri í markaðshyggju. Þannig ég að segja, þú veist, það líka, fólk eru líka að horfa á það, þú veist, ef við myndum meirihluta, einhver innbyggður stöðuleiki og það innbyggður stöðuleiki í því að vera með góða dreifingu í sínu stuðningsfólki því að þá nærðu þetta að ná þín skilaboð víðar samfélagi. Þannig að ég myndi bara segja það, ég held þetta bara gangi hjá þeim. Ég Einari bara ótrúlega þakklátur, þú veist, fyrir það að hafa bara einhvern veginn endurreist ég meina hann bara hefur algjörlega endurreist Dag B. Eggertsson sem þann stórmerkilega stjórnmálamann sem hann alveg sama hversu mikið hann fyrir taugarnar á manni, þú veist, og hann hefur auðvitað sýnt fram á það að það svo sannarlega ekki best að kjósa Framsókn og hann búinn að sýna enn einu sinni fram á það að Sjálfstæðisflokkurinn einangraður í pólitík á Íslandi og það á ekkert að sýna þessum flokknum innan lotningu varðandi það. Þeir verða bara að taka sér saman í andlitinu og vera aðili sem þetta að vinna með. Og ég meina það bara, þú veist, ég veit ekki, það engin ástæða til annars en bara að mæta til verksins og gera þetta bara vel og svo bara fella kjósendur sinn dóm. Ég meina
og þá vinnaðu bara næst. Ég meina, þú getur ekki forðast að taka ábyrgð og ég ekki að tala svona að því að ég líti svo á að þessi hópur ætli að gera það. Ég held bara beinleinis að þetta muni ganga upp. Þú veist, mér veist ég ekki sjá nein merki annars en að þetta fólk bara muni gera það. Já. Og ég meina, en ef þau kannski geti langlífi verið falið í því að boða ykkur á von og sem sagt og fá ríkisstjórnina núverandi til þess að átta sig á því að hún ekki í samkeppni við sveitarstjórnarstigið sko, að því að þú veist þegar þetta er svo ótrúlega heimskulegt einhvern veginn að þegar það fari í það að sko eins og til dæmis í COVID það sem einhvern veginn fara að skera niður sko, eða þú veist það var svona verið að það var ekki í raun og tekistofna sveitarfélagana þeim var ekki bættir þeir og svo að farið að keyra upp einhverju ríkisfjárfestingu en svo var eiginlega niðurstaðan svo að fjárfest minna að því að sveitarfélögin eru hluti af hinu opinbera, þau eru ekki í samkeppni við ríkið. Nei. Þannig að, og ég meina við erum með frábæran fóstráðara núna sem að einmitt vakti nú fyrst athygli fyrir það að hún skildi þetta og gat greint þetta og sýnt fram að það að sveitarfélögin væru raunverulega sko innviðir ríkissjóðs en ekki samkeppnisaðili og í því umhverfi þá hægt að mynda frábæra meirihluta í Reykjavík sem að bara ríkur í það að leysa þetta en þegar ég segi ríkur í það þú veist þá ég að tala að eftir 10 ár þá verðum við á góðum stað en það hægt að gera alveg heilan helling að og líka eitt sko sem að þessi meirihluti gerir ég ætla að vona að það gerist að hann fái sem að þessa flokka til að hætta þessu bulli að borgarlína sé bara eitthvað rugl og það bara styrkja strætó. Borgarlína til að styrkja strætó. Þú veist, þetta bara þú veist, það þýðir ekkert að segja bara þú veist að að þú viljir sko svart en samt hvítt og þú veist, ég meina það bara borgarlína skipulagsverkefni sem gerir strætó greiðfærari og leyfir okkur vagna sem geta flutt að meiri skilvirkni og þar alveg verði þetta auka tíðnina. En við þurfum samt strætókerfið þangað til borgarlínan komin. Já, og þá þurfum við auðvitað að vera með sveitarfélög sem að geta staðið undir því. En ég meina, það bara, og þar kemur aftur bara ríkið. Kannski þarf bara nýja ríkisstjórnin að finna eitthvað aðeins meira fjármagn í þetta. En ég hef nú búið í borginni allt mitt líf nema fyrir utan nokkur ára á Kirkjubæjarklaustri og verandi öryrki, einstæð móðir og ef þurft að nota velferðarkerfi okkar. Það bara mjög erfitt að upplifa sko veikingu velferðarkerfisins, alveg bara svona skilurðu. Þess vegna ef maður við megum bara ekki við því að missa meiri velferð og þess vegna bara megum við ekki við því að fá hægri flokkana við völd þar sem við munum veikja velferðin okkar ennþá frekar. Sko Sjálfstæðisflokkurinn búin að vera allt og lengi með völdin yfir velferðinni með því að skera niður peninga til velferðar og alls konar. Þannig að þú veist. Já, ég sko það alveg til hægriflokkar sem að bara hafa mikinn áhuga á velferð. Já. Og ég sem sagt alveg sammála því að það ekki, ég meina sagan segir okkar að við erum ekki að fara að bæta eða það verður ekki mikill áhugi á því að bæta velferðarkerfið með Sjálfstæðisflokkinn í brúnni og kannski fyrst og fremst þá það þannig að það þarf að fjármagna velferð og Sjálfstæðismenn segja alltaf það þarf að auka verðmætasköpun og það alveg mikið til í því sko, það þurfi að auka verðmætasköpun til þess að geta staðið undir, það alveg rétt en það þarf auðvitað líka að fjárfesta í henni og það þarf líka auðvitað að skipta kökunni en án þess að ætla að segja sko að það sé ekki við skulum bara segja þannig að það jafn vont að vera með vinstri flokk sem að ekki kann að styrkja velferðina þrátt fyrir að segjast að gera það og að vera með hægri flokk sem að hefur ekki áhuga því. Þeir alveg til hægri flokkarnir sem hafa áhuga því. Og ég meina Viðreisn
þú veist, Viðreisn það góður samstarfsaðili og ástæðan fyrir ég segi það þó ég sé ekki alltaf sammála þeim að Viðreisn upp til hópa fólk sem lítur svo á að orð þeirra hafi eitthvað vægi. Þannig að þú getur svolítið treyst þeim þegar þau eru búin að samþykkja eitthvað en það getur verið erfitt að fá þau til þess að samþykkja eitthvað sem þau vilja ekki. Já. Og og ég held að það sé til þess að skila árangur þá það kannski mikilvægara bara fyrir alla flokka að þeir viti hvað þeir standa fyrir og að þeir meini það sem þeir segja og að þeir standi við það sem þeir eru búin að lofa. Það að segja í samningum. Já. Og það náttúrulega alltaf það sem skiptir máli endanum að þú standi við það sem þú búin að lofa eða þú segja. Það geta alveg komið upp þar aðstæður að þú þarft að vinna með Sjálfstæðisflokknum og þú bara hreinlega neyðir hann til þess að standa þá bara með velferðinni þann tíma. Já. En ég meina þá verða menn náttúrulega bæði að geta samið við hann og það verður að vera eitthvað markað í takandi hvað var samið en þeir líta ekki svo að þessu bundnir að því. Og ég meina Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík náttúrulega bara þú veist, ég meina, það hljóta að verða bara stóra breytingar hjá þeim, en ég meina, Sjálfstæðisflokkurinn ekkit númer í þessu viðræði núna, það vill enginn vinna með. Þú veist, þannig að það bara það allt ánægilegt þegar fólk opnar augun og sér, ég meina. Þú veist, það kannski ekki bara flokkhollustan sem að stjórnar öllu, sko. Já, ég held að það sé nú ekki flokkhollusta sem stjórnar hlutunum hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík, þau eru nú bara þú veist, þau eru nú bara ósammála hvað þau heita stundum, sko, en þetta samt, sko, ég ætla samt, ef ég má bara aðeins verja líka stjórnmálamenn, þetta bara miklu erfiðari staða heldur en, þú veist, af því að þú berð líka ábyrgð á því að, þú veist, að það sé ykkur framgangur mála. Þú ert líka, þannig að, þó að ég hafi nú verið sérstakur áhugamál það umbótamál að ná aðskilnaði Sjálfstæðisflokks og Ríkissjóðs og leið þá hins opinbera bara, að þá auðvitað geta komið aðstæður, þú getur ekki verið með þær aðstæður mjög lengi til dæmis að það bara sé ekki að koma neinu í gegn, ég meina, og þá getur þú bara leita til Sjálfstæðisflokksins ef það það sem þarf. Já. En það bara ekki staða núna, það þarf ekki og þú veist, ef að þú veist, ef að umbóta sinnað fólk reynir að sýna hvort öðru örlitla þolumæði og einmitt skilgreina vinni sinna svolítið vítt og óvinni sinna svolítið þröngt að þá, þú veist, þá ekkert sem segir að sig ekki að hafa hér umbóta sinnað fólk við völd næstu 12-16 árin og bara leysa þessi mál, sko, það tekur kannski áratug, það tekur lengri tíma að taka til heldur en að rusla til. Já, það svolítið þannig, sko. En sko, þættin má ljúka, þannig að mér langar, sko, við erum að taka þennan þátt upp núna sem verður svo sýndur á morgun. Já. Þannig að það getur ýmislegt að breytast. Þannig að ég held samt að það verið gaman að hlusta á þennan þátt að þið eru búin að fara svolítið víða á alls konar pælingar. Við erum gaman að tala. Já, takk fyrir það, sko. En eins og Heiða Björg kom út með í dag að hún væri að vonast að línur sé að skýrast og kannski eitthvað fréttir í dag, sko. Þannig að bara ef ekki bara krossa fingur að vel tiltakist og þau geta gefið okkur vonum betri tíð. Jú, ég meina það hlýtur að vera kannski það og ég vona að þau öll sem læri af mistökum þess sem gerðist hjá borgarstjóra og þau bara klárið þetta í sátt, tilkynni þetta og farið svo með þetta í flokkana sinna og láti flokkana sinna samþykja. Ég meina auðvitað munu flokkarnir, þú veist, flokksfélagarnir munu samþykja þetta eða fulltrúar á eða hvernig sem það gerfi en safna liði, þú veist, ég meina ef þú ætlar í stórt verkefni þá þarfst að safna liði og þú þarfst að gefa sem flestum eignarhald á því og ég meina, og það svolítið svo ég tala nú ennþá meir í frösum, sko, og fyrirgefi það, en þegar þau eru búin að setja hóp saman sem að ég held að þau muni ná þá þarf að byrja að safna liði, dreifa þakklæti og eignarhaldi og þakklæti auðlind sem stækkar því fleiri sem fá hana. Þannig að það þarf ekkert að spara hana. Nei. Og eignarhald í pólitík það styrkir. Þannig að þegar þau eru að ná þessu þá ætla ég að vona það innilega að þau fari svo bara í þann pakka að fá
almenna flokksfélaga sína og aðra stjórnmálamenn í flokknum sínum og bara annað fólk sem er umhugað til þess að standa með þess að því að það þarf alveg gríðarlegan stuðning svo til þess að keyra til þess að brjóta baki þá hugmynd að Íslands stjórnmál eigi bara ekkert að snúast neitt annað en að moka undir einhvern fámennan hóp og við séum bara allt og lítil til þess að geta gert hitt og þetta og getum ekki viðhaldi lámars lífsgæðum. Og ég meina, ég ætla þó þetta hljómi allt rosalega svona eitthvað lofti sko, að þá er það þannig að hver einasti fundur, hvert einasta viðtal og hver einasti dagur í pólitík getur orðið upphafið af slíku verkefni. Já. Við skulum hafa þetta lokaorðin, þetta eru góð orð. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir að hafa mig, það var gaman að koma.